Ég var ekkert búin að tala við Jóhann áður en að ég valdi nokkur orð í dag, en þetta rímar algjörlega við þau. Hann geymir okkur öruggt skjól og allt sem að hann hefur séð fyrir, það stendur tryggt og öruggt eins og skrifað í stein. Hér er vers úr Opinberunarbókinni 15:8. Og musterið fylltist reyk frá dýrð Guðs og mætti hans, og enginn mátti komast inn í musterið fyrir en 7 plágur englanna 7 voru fullnaðar. Opinberunarbókin 15:18. Vissir þú að flestir deyja í eldsvoða af því að anda að sér banvænum og heitum eitruðum lofttegundum áður en þeir deyja brunasárum? Slökkviliðsmenn kenna þér að falla á gólfið í húsbruna til að flýja eiturgufu. Gamla testamenti lýsir þeim tímum þegar helgidómur Guðs var fullur af nærveru hans að enginn gat komið inn í hann. Til dæmis segir ritningin: þá huldi skýið samfundatjaldið og dýrð Drottins fyllti tjaldbúðina, og Móse gat ekki komist inn í samfundatjaldið. 2. Mósebók 40. kafla, versunum 34-35. Og í sýn heyrði spámaðurinn Jesaja serafana hrópa: heilagur, heilagur, heilagur er Drottinn hersveitana, öll jörðin er full af dýrð hans. Og dyrastafir nötruðu við rödd hrópandans og húsið fylltist af reyk. Jesaja 6:3-4. Dýrð Guðs, eins og reykurinn táknar hana, er hins vegar hryllingur þeim sem hata persónuleika Guðs. Í versi dagsins sjáum við eitthvað nýtt. Þetta vers sem ég byrja á því að lesa. Enginn er lengur í himneska musturinu, og aftur í Opinberunarbókinu höfum við verið minnt á þjónustu Krists í helgidómnum, þar sem hann gegndi hlutverki meðalgangar okkar, samanber Hebreabréfið 9:24. Ég ætla að deila því með ykkur. Það er Hebreabréfið 9:24 og það hljóð þannig, eða ég byrja hérna á 28. Þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til að bera syndir margra, og í annað sinn mun hann birtast ekki sem syndafórn heldur til hjálpræðis þeim er hans bíða. Og hérna í 24. versinu, þetta var, hérna: því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, eftirmynd hins sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himininn til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Já, og þetta eru hérna tilvitnanir, en þó ég komið með allar tilvitnanir hérna úr bréfunum og Opinberunarbókinni, þá eru þið hvort er ekki með penna eða blað til að skrifa niður, en ég hvet ykkur endilega til þess að skoða, því þetta er víða í Tímóteusarbréfinu, í Opinberunarbókinni, í Rómverjabréfinu 6:34 og Jóhannesarbréfinu. Lesið þessi bréf og Jóhannesar Guðspjall, því allstaðar er verið að sýna fram á hvað Guð, Jesú Kristur, er að gera fyrir okkur. Og í Korinthubréfinu 5:10 segir: við höfum djörfung til að ganga inn í hið heilaga fyrir blóð Jesú Krist. Hebreabréfið 10:19 og það segir svo: en þar sem syndirnar eru fyrirgefnar, þar þarf ekki framar fórn fyrir synd. Og við skulum bara biðja Faðir á himnum hjálpað okkur að vera örugg í örmum Jesú, hvílandi kærleika hans og hlýðni. Hvar er Kristur þá, kann einhver að spyrja. Kristur yfirgefur helgidómin til að stíga niður til jarðar fyrir annað stig hins síðasta dóms. Þetta er alltaf gerast. Það er alltaf nálgast. Ég fylgi svolítið með veraldarfréttunum
Og fólk segir oft svona, slengir því svona fram, já, þetta var alltaf verið svona, þetta var alltaf verið gerast. En ef maður skoðar þróun sögunar, þá sjáum við að gífurlegar, náttúruhamfarir, flóð og jarðskjálftar eru miklu tíðari á síðustu áratugum heldur en nokkur tíman í sögunni. Hvað sem fólk segir og hvað sem að slengir svona, þetta var alltaf verið svona. Það hefur ekki alltaf verið svona. Því þá hefði ekkert hús staðið uppi hérna í gamla daga. En núna er þetta að gerast og ég tel að Guðs blessun og náð hafi bara haldið aftur á flóðöldunni þegar að jarðskjálftinn var í Kamtjatka. Ég held að Guð hafi bara haldið verndarhendi yfir Havaí-eyjum og vesturströnd Ameríku. Hann heldur aftur af þessum öflum svo að fólk farist ekki og það hafi kannski bara tíma til að vera hrætt og leita Guðs. Miklu fremur en að það fari bara svona. En það er mín sannfæring. En við skulum halda áfram.